Verkefnið Ímynd Dalvíkurbyggðar hefur verið í gangi nokkurt skeið en unnið að verkefninu í 3 hlutum. Dalvíkurbyggð sem vinnustaður, Dalvíkurbyggð sem þjónustuveitandi og Dalvíkurbyggð sem samfélag. Vinnu við fyrstu 2 hlutana að ljúka en vinnuhópur hefur verið settur á laggirnar vegna síðasta hlutans, það að segja Dalvíkurbyggð sem samfélag. Ástæðan fyrir að við fórum í þetta var kannski svo að við vorum svona í þessum spórum eins og kannski mörgunu sveitarfélög að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að markaðssetja okkur, hvað ætlum við að markaðssetja, hvað ætlum við að segja og hvað viljum við segja öðrum og þá fórum við að hugsa hver þá ímyndun okkar, hvað ætlum við að segja öðrum og það eiginlega svolítið stoppuð við bara og já, einmitt, hvað ætlum við að segja öðrum og við fórum að hugsa og byrjuðum náttúrulega vítt, við fórum að hugsa hver ímynd samfélagsins og hver ímynd annara af okkur, hvernig hugsa aðrir okkur og svo fórum við að hugsa, en ef við erum að hugsa þetta út frá svona sveitarfélaga sjónarmiðin og við erum að hugsa að fjölga íbúum og við viljum fá fleiri til að búa, en þá fórum við að hugsa, hvernig hugsa þá íbúarnir? Af því þeir hugsa ekkert endilega eins og ferðamaðurinn og út frá því fórum við að hugsa hvað hefur áhrif á það hvernig íbúarnir hugsa. Á einhverju leyti það kannski þjónusta sveitarfélagsins og svona rúlla þetta áfram. Þannig að það sem í upphafi var eiginlega þörfin fyrir að markaðssetja sveitarfélagið og auglýsa það, varð svona að einhverju risastóru verkefni sem við erum eiginlega bara ennþá að vinna. En hægt að greina ímyndina með einföldum hætti og skipta henni jafnvel upp í 2 hluta, neikvæða eða jákvæða? Ég held ekki. Og ég held að í rauninni þó að við vinnum þetta verkefni og við komumst að einhverju niðurstöðu þá kannski verður svo niðurstöðu aldrei neitt endaleg. Vegna þess að ég held að ímynd sé svo einstaklingsbundin, það sem misjafnt hverju við erum að leita að, það fer bara eftir aldri eða uppruna eða erum við Íslendingar eða ekki. Allt þetta skiptir máli og hefur áhrif á það hvaða ímynd þú hefur. Þess vegna fannst okkur mikilvægt að greina þetta svona í okkar vinnu svolítið niður. Og byrja á, eins og við byrjum á starfsfólkinu okkar og skoðum, og hvernig þið að upplifa sveitarfélagið sem vinnustað? Af því starfsfólki okkar náttúrulega líka íbúar og sveitarfélagið eitt stærsti vinnuveitandinn hérna á svæðinu. Og út frá því heldum við áfram og fórum að skoða þjónustun okkar, af því að þjónustan hefur áhrif á það hvernig íbúarnir upplifa það að búa hérna og svo framvegis. Þannig ég held að það hægt að greina ímynd í eitthvað sem jákvætt og neikvætt. En ég held samt sem áður að persónuleg upplifun hvers og eins hafi svolítið mikið að segja hver niðurstaðan verður. En þegar niðurstaðan fengin, verður hægt að nota þau gögn á einhvern það sem stýritæki í markaðssetningu það til dæmis? Ég held klárlega að við getum nýtt okkur með þeim hætt að því við viljum vinna þetta svona með samfélaginu. Akkurat núna við komin á það stig að við erum búin að vera að vinna með starfsfólkinu, við erum búin að vera að vinna með þjónustun og við vitum svolítið núna hvernig við viljum koma fram sem sveitarfélag og hvað þjónustu við viljum veita og hvernig, sem var nú kannski stóra málið. Næsta skref svolítið að vinna með íbúunum og fá að vita þeirra hug, hvað þeim finnst og út frá því vinna hlutina áfram. Þannig að við séum að fá einhvern svona samhljóm. Í samfélagunum við getum öll sagt að við stöndum fyrir þetta. Og það held ég að við getum unnið með áfram, ekkert bara í auglýsingum sem að sjálfsögðu nýtist, heldur líka bara að fólk tali jákvætt það. Og þetta sé það sem við viljum standa fyrir öll. Af því að ég held að íbúarnir ekki verri söluaðili innan gæsalappa heldur en einhver sem að kaupa auglýsingar og markaðssetja. En hvað heyrist þið svona á íbúunum? Eru þeir að hugsa þessi mál svona dagsdaglega? Ótrúlega margir. Fólk hefur alveg skoðanir á því. Af hverju eru þið ekki að segja meira frá því að þetta sé einnig? Af hverju eru þið ekki að auglýsa þetta upp? Þannig að fólki, þetta skiptir máli og fólki finnst þetta skipta máli og því finnst skipta máli hvað er sagt samfélagið sitt út á við. En það kannski hugsar þetta ekkert endilega svona, markvisst eins og ég sem alltaf eitthvað að pæla í, hvað gerist næst og hvað svo. En það hefur klárlega skoðanir á því og það hefur skoðanir á því hvað er sagt samfélagið út á við eða hvernig ferðamenn horfa á okkur. En íbúasamsetningin, hún hefur breyst í Dalvíkurbyggð mikið á undanförnum árum. Fólk af erlendum uppruna hefur fjölgað og svo framvegis. Já, og það nokkuð hátt hlutfall íbúa hér af erlendum uppruna og svo hefur líka aldursamsetningin bara breyst í samfélaginu og það held ég að sé
er náttúrulega bara þróunin heilt yfir á landinu, sko. En hún verður kannski oft stærri í svona minnisamfélögum. Og ég held að það sé bara, sko það sumleit jákvætt, og öðruleit það erfitt, en ég meina allir nýbúar, þeir hljóta geta kennt okkur ákveðna hluti og sagt okkur ýmislegt sem að við kunnum ekki fyrir. Og ég meina við höfum öll gott að læra og við höfum öll gott að heyra henni sjónarmið og við höfum líka öll gott að heyra raddir þeirra sem koma sko utan að horfa á okkur svona og segja bara, býttu, af hverju það gerir þetta svona? Af því maður festist náttúrulega bara í ákveðnum venjum sem maður kemst ekki út fyrir nema oft einhver segir manni það. Þannig að þið takið hús á þessu fólki? Að sjálfsögðu. Næsta skref okkar í þessari vinnu er sem sagt að fara í svona rýnihópa vinnu og þá erum við einmitt búin að vera að skoða, þú veist, hvaða hópar eru það í samfélaginu sem við þurfum að tala við. Og við þurfum klárlega að tala við yngra fólk og við þurfum að tala við eldra fólk og við þurfum að tala við nýbúa, þú veist, fólk að erlendum uppruna og svona þessa hópa sem að skipta svona, sem eru kannski bara stærstir í samfélaginu. Við þurfum að heyra sjónarmið allar þessu og í gegnum þá vinnu þá vonumst við til þess að finna einhvern svona rauðan þráð og geta sagt, þú veist, allir þessir hópar töluðu ákveðna hluti og það er það sem við viljum standa fyrir.